Gleðilegan hvíldardag öll sömul. Og verið öll hjartanlega velkomin. Það gott veður úti, eins og hefur ekki farið fram hjá neinum held ég síðustu daga. En ég vildi bara bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin. Mér langar að breiða smá út af venjunni í dag. Ég ætla að biðja þá aftast að hjálpa mér aðeins, Helgi og Kó, ef þú gætir farið yfir í glæruna þar sem tilkynningarnar eru og þá á fyrstu glæruna þar. Já, þessi hérna. Mér langar nefnilega að byrja á því að hafa tilkynningar núna af því að það er smá hliðrun á dagskráni, en ég vildi nýta tímann þá bara að hafa tilkynningarna núna. En eftir kirkju og eftir að við borðum saman, að þá ætlum við að fara á Hvaleyrarvatn og fara í göngutúr þar. Hvaleyrarvatn er bara í upplandi Hafnarfjarðar og við ætlum að reyna að leggja af stað 2:30, þeir sem vilja koma með, og við hjálpumst bara að ganga frá og svo fyrir við að leggja af stað. Og við reynum bara að fara saman, þannig að þeir sem hafa ekki farið á áður og þeir geta fylgt eftir. Og þetta er bara rétt hjá. Ef við kíkjum á næstu glæru, þá langaði mig líka til að minna á eða láta ykkur vita, fyrir þá sem ekki vissu nú þegar, að næsta hvíldardag þá verður kvöldmáltíð hér í Loftsalum. Og eins og þið munið kannski vel að þá er fordæmi heilar kvöldmáltíðar, það kemur frá því þegar lærusveinar og Jesú komu saman á skírdegi og Kristur þvoði fætur lærusveinanna. Og þeir voru ekkert allir á því að vera að láta Krist þvo fætur sínar, og sérstaklega Pétur, og þegar Kristus sagði ef ég fæ ekki þvo fætur þínar þá ertu ekki minn, þá sagði hann ekki bara þvo fæturna mína, þvoðu mig allan. En Kristur bað okkur um það að halda þessa hefð í minningu þessara atburða sem gerist páskana og í minningu krossdauða Krists í raun líka. En það sem við gerum hér í Loftsalum og munum þá gera næsta hvíldardag er að við höfum á fótaþvott á undan, þar sem við þvóum fætur hvers annars, og síðan í kjölfarið að þá munum við brjóta saman brauð og drekka vínið, og sem mun leiða okkur betur í gegnum þetta næsta hvíldardag, en þetta er bara það sem að frelsarinn lagði fyrir okkur að gera. Og það svona eftir COVID þá kannski höfum við ekki verið eins dugleg. En þetta voru bara svona 2 tilkynningar sem ég vildi koma með fyrst. En nú skulum við lúta höfði í bæn og biðja Guð að blessa þessa stund. Kæri himneski Faðir, ég bið þig að blessa þessa stund. Bið þig að vera með okkur, leiða okkur og vernda. Ég bið þig að þinn heilagi andi með vera með okkur og með öllum þeim sem eru enn á leiðinni og þeim sem eru með okkur á netinu. Kæri Faðir, ég bið þig enn og aftur þína blessun og þína handleiðslu í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina á því að syngja sálma nr. 42, Ver hljóður. Sálma nr. 42. Thank you.
kíkja á. Það sannlega frábært tækifæri sem við höfum á hverjum hvíldardegi til að ganga hljóðlega til Guðs og njóta nærveru hans því að Guð þinn hér. Í dag svona vitnisburða samkoma og við munum fá mismunandi vitnisburði og fólk mun deila með okkur uppáhaldsversum. En fyrst upp ætla ég að bjóða Maríönu velkomna til að segja okkur frá uppáhaldsversunu sínu. Og af því að þið vitið að ég ekki nógu góður að því að spænsku, þá ætla ég að bjóða Vigdísi líka að koma. Ay. Wow, góðan daginn. Buenos días. Hoy le voy a hablar de uno de los versículos que me gusta de la Biblia. Í dag langar mig að segja ykkur frá biblíuversi sem í uppáhaldi hjá mér. El versículo es Filipenses 4:13. Og þetta vers í Filipi bréfinu og það 4. kapli og 13. vers. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Og þar segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Voy a contarles una pequeña historia. Mér langar að segja ykkur eina stutta sögu. Hace aproximadamente 4 años Sem gerðist fyrir 4 árum síðan. Tuve un embarazo Þá var ég ólétt y lamentablemente a los 7 meses og því miður á 7. mánuði se me adelantó el parto y mi bebé falleció. Þá byrjaði ég að fá fæðingarhríðir og barnið lést. Tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia porque probablemente podía morir yo también. Og þau þurftu að taka mig með keisaraskurði, bráðakeisaraskurði vegna þess að ég var líka í lífshættu. En ese momento me asusté mucho, mi esposo estaba en Colombia y yo en Venezuela. Ég var mjög hrædd þegar þetta gerðist, því að maðurinn minn var í Kólumbíu og ég var í Venezuela. Y lo llamé asustada Og ég hringdi hann mjög hrædd y le dije, papi, me voy a morir, og ég sagði, elskan, ég að fara að deyja. porque eso fue lo que me dijeron los médicos, que probablemente yo también moriría. Því þetta sögðu læknirnar við mig að það væri mjög líklegt að ég væri líka að fara að deyja. Y él me dijo, no tengas miedo y no temas, que Dios está con nosotros. Og maðurinn minn sagði við mig, ekki vera hrædd því að Guð með okkur. Me dio mucho miedo porque tenía mis 2 hijos grandes Ég var mjög hrædd því ég átti önnur 2 börn sem voru eldri. y luego que me sacaron al bebé, Og svo þegar að barnið var tekið út úr líkaminu mínu, se me acercó una enfermera þá kom hjúkrunarfræðingur til mín y me dijo, og hún sagði, porque me vio llorando y me dijo, no tengas miedo. og hún sá mig vera að gráta og hún sagði, ekki vera hrædd. Y me dijo, los tiempos de Dios son perfectos. Hún sagði, tími Guðs fullkominn. Y yo asistí a la iglesia y en ese momento, Ég var að sækja kirkju á þessum tíma y mucho antes, siempre en mi casa en Venezuela, yo tenía escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. og heima hjá mér var ég með skrifað allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Y en ese momento esa enfermera me dijo, Og þegar að hjúkrunarfræðingurinn var að tala við mig þarna, þá sagði hann, repite esta palabra, endurtaktu þessi orð, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir.
Y eso me hizo creer que Dios siempre está con nosotros. Þetta hjálpaði mér að skilja að Guð alltaf með okkur. No importa la circunstancia que estemos, Það skiptir ekki máli í hvaða aðstæðum við erum. si ponemos las cosas en las manos de Dios, Ef við leggjum allt í hendi Guðs, Él sabrá obrar. þá veit hann hvernig hann á að starfa. A pesar de que en ese momento me sentía muy mal y estaba muy triste por la pérdida de mi hijo, Og þó svo mér liði illa og ég var mjög sorgmætt yfir missinum yfir barninu, busqué las fuerzas y las fortalezas en Dios. þá leitaði ég til Guðs með styrk. A veces siento que desmayo y me acuerdo de ese momento, Stundum finnst mér ég verða dottin að baki þegar ég hugsa þetta sem gerðist. pero siento que no era el momento En ég fann eins og þetta væri ekki akkurat stundin y Dios me dio esa fortaleza para ser más fuerte. og Guð gaf mér styrk til að vera sterkari. No es fácil perder a un hijo. Það ekki auðvelt að missa barn. Mi bebé, casualmente, el 15 de mayo estuviera cumpliendo 4 años, 5 años. 15. Maí hefði hann átt afmæli og orðið 5 ára. Siempre que pongamos las cosas en las manos de Dios, Alltaf þegar við leggjum hlutina í hendi Guðs, Él nos va a dar la fortaleza þá mun hann gefa okkur styrk para seguir adelante, til að halda áfram veginn. porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vegna þess að ég megna allt fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. No preparé nada. Ég var ekki búin að undirbúa mig hérna. Y yo dije, bueno, temprano le dije a mi esposo, papi, no sé qué voy a decir. Og áðan sagði við manni minn, ég veit ekki hvað ég á að segja. Y me acordé de esto Og þá myndi ég eftir þessu versi. y lo comparto con ustedes. Og þess vegna ég að deila því með ykkur hér í dag. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allt megna ég fyrir hjálp hans Amen. sem mig styrkan gerir. Amen. Jæja, við ætlum að syngja áfram. Það er sálmur nummer 11, lofgjörðarsálmur. Takk fyrir. Nú ætla ég að biðja Jóhann Ingiberg að koma upp. Þakka þér Maríanna fyrir að deila með okkur. Það var dásamlegt. Ekki leiðilegt að fara í gegnum þessa reynslu en það er svo mikilvægt að vita að Guð er alltaf með okkur. En við hérna, eftir að Pavel Goya kom, þá höfum við verið fjölskyldunni minni að lesa bókina, bækurnar hans Goya, og ég hef verið að lesa kaflana
Vigdís, má ég kannski beðið að koma fyrir ekki að... Við byrjum bara aftur. Hann er að því, ok, það þarf ekki, þá er það. Já. Yo voy a traducir en español y tú en inglés ahorita. Ya, ok, byrja aftur. Já. Já, nú erum við komið með þetta hreint. Ég ætlaði bara fyrst að segja takk Maríanna og mér fikk leiðilegt að þú farið í gegnum þessa reynslu þú og fjölskylda þín. Gracias, Mariana. Me da tristeza que hayan tenido que pasar por estas dificultades. En þakka þér fyrir að minna okkur á hvað Guð gerir fyrir okkur. Gracias por recordarnos qué es lo que puede hacer Dios por nosotros. Að sjá trúsystir svona sterka styrkir okkur öll. Ver a una hermana en fe, tener tanta fuerza, nos da fortaleza a nosotros también. Svo takk fyrir. Gracias. Ég hérna með strák sem langar að deila með ykkur biblíversi. Aquí hay un niño que quiere compartir con ustedes un versículo de la Biblia. Það fundið í 1. Samúelsbók 3:9. Vamos a 1 de Samuel 3:9. Eftir að Pavel Goya kom í heimsókn þá höfum við verið að lesa mikið heima í fjölskyldunni. Desde que Pavel Goya vino hemos estado leyendo mucho en la familia. Sögurnar hans Goya, ég hef verið að lesa sjálf og deilt með strákunum mínum. Las historias de Goya he estado leyendo yo y compartiéndolo con mis hijos. Og við höfum verið að tala að, þú veist, Guð hann notar börn alveg svona talaði Samúel. Hemos estado hablando de que Dios usa también a los niños, así como vieron que Dios habló a Samuel. Og við höfum líka verið að tala að þegar Guð talar hvernig maður á að svara. Y también se habla de que cuando Dios nos habla, cómo debemos responder. Ekki bara börnin, heldur við líka. No solamente los niños, también los adultos. Svo Jóhann, stattu upp. Var það 1. Samúelsbók hvað? 3:9. Talaðu drottinn þinn þjóðþinn heyrir. Amen. Amen. Talaðu, já. Já, talaðu drottinn því þjóðþinn heyrir. Talaðu drottinn því þjóðþinn heyrir. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En nú ætlum við að taka upp gjafir. Ahora vamos a dar la ofrenda. Góði Jesú, Querido Jesús, takk fyrir að þú ert með okkur og takk fyrir þessar gjafir sem þú eru hér lagðar fram. gracias por todo lo que nos das y gracias por estas ofrendas que están aquí. Viltu vera með stjórnsafnarinn sér að þeir nýti þessa fjármuni eins og þú vilt? Te pido que estés con la junta directiva, que usen ese dinero de acuerdo a la necesidad. Og takk fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Við leggjum allt okkar í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Takk,
Já, nú ætlum við að fá hérna upp barnasálminn okkar og ég ætla að biðja ykkur krakkar að koma fremst. Les quiero pedir a todos los niños que vengan aquí hasta adelante para cantar el himno. Jesús hann oss elskar öll. La historia del día de hoy es verdadera. Og ég veit það af því að þessi saga er alveg sönn og ég veit það því hún gerist fyrir mig. Esa historia me pasó a mí. Ég elska að vinna með fólki A mí me encanta trabajar con personas. og ef maður er að vinna með fólki, hvort sem maður einhver sem er fatlaður, einhver sem er gamall eða er að gleyma mikið. Si uno está trabajando con personas que ya son viejitos, que se les olvidan las cosas o si son menos válidos, Þá er til rosa fallegt orð á íslensku sem heitir skjólstæðingur þá, að því maður á að hjálpa þeim og veita skjól. hay una palabra muy bella en islandés que se llama skjólstæðingur. Es una persona que necesita protección. Og einu sinni þá var ég að fara í hús þar sem ég átti að hugsa marga skjólstæðinga. Una vez iba a una casa donde yo iba a cuidar a unos cuantos pacientes. Og ég var að labba svona. Estaba yo caminando Og við, hvað er þetta? y ¿qué era eso? Já, lyklar. Ah, llaves. Heyrðu, einhver hlýtur að eiga þessa lykla, ég ætla að fara inn og spyrja. Yo voy a entrar a la casa para preguntar de quiénes son las llaves. Ég spurði þá sem voru að vinna með mér. Les preguntaba a los que estaban trabajando conmigo, Ég spurði skjólstæðingana mína. también a mis pacientes, Enginn átti þessa lykla. y de nadie eran las llaves. Æ, heyrðu, ég verð bara að stinga inn í skúffu. Bueno, los voy a poner aquí en la gaveta. Ef einhver, kannski var einhver gestur eða eitthvað. Og hann kannski spyr setna. Tal vez vino alguien de visita y es de esa persona y lo va a buscar después. Og veitir hvað, ég glemdi alveg svo lyklum. Y se me olvidó que existían esas llaves. Svo einu sinni, þá var ég að vinna kvöldvakt. Y una vez estaba yo trabajando un turno de la tarde Og þær eru alltaf búnar klukkan 12. y siempre acaba el turno a las 12 de la noche. Og rétt fyrir 12 þá er ég að aðstoða skjólstæðing. Antes de las 12 estaba yo atendiendo a un paciente Og hann, skjólstæðingum meginn gat
ekki komist sjálfur upp í rúmið sitt y no pudo irse solito a su cama og gat ekki komist út úr rúminu sjálfur. y tampoco pudo salirse de la cama. Og ég að aðstofa skjólstæðing minn til að fara upp í rúm. Y le estaba yo ayudando a subir a su cama. Og af því ég var að vinna það sem voru fullt af skjólstæðingum, þá var ég með rosalega stóra lyklakipu með mér. Y yo estaba trabajando con muchos pacientes y por eso tenía yo un llavero lleno de Og llaves. vasin alveg svona út, sko, þegar maður sett hann í vasan. Y la bolsa estaba así grande cuando lo metí a mi bolsa. Svo ég tók hann úr vasan. Entonces saqué las llaves de mi Ég bolso. sett hann á borð og ég hjálpaði skjólstæðing mínum, við vorum að tala saman. Le ayudé a mi paciente, estaba yo platicando y las llaves estaban en la mesa. Og ég loka gluggum, Cerré hurðum las ventanas, las puertas og býð góða nótt, y digo buenas noches. fer út úr herbygginu, Salgo del cuarto, loka hurðinni, cierro la puerta. klukkan að vera 12 og ég búin að læsa lyklana inni. Ya va a ser las 12 y ya encerré las llaves. Alla lyklana hjá öllum skjólstæðingunum. Todas las llaves de todos los pacientes. Og ég veit ég kemst ekki um neitt glugga vegna þess að ég búin að loka sjálf. Y yo no puedo entrar por una ventana porque ya las cerré todas. Og ég stóð fyrir utan í seg, Guð, fyrir ég búin að klúðra þessu. Y yo pensé, Dios, ya la regué. Viltu hjálpa mér? ¿Me puedes ayudar, Dios? Og viltu hjálpa skjólstæðingun mínum að því að ef ég fæ einhver til þess að opna lásinn þá tekur það marga tíma. Si yo no puedo abrir eso, va a tardar muchas horas y no va a poder entrar las enfermeras del turno nocturno. Og maðurinn sem átt að taka við mér á nætuvakt, Y el hombre que iba a empezar el turno nocturno hann kemur mjög kátur og gangi og sagði, þannig ertu. viene muy feliz y dice, ahí estás. Drífðu nú svo náðu strætó heim. Córrele para que alcances el autobús. Og ég segi, hér síminn, Le vaktsíminn, dije, aquí tienes el teléfono, en ég læsti lyklana inni. pero las llaves no las tengo, están encerradas. Og haldi að maðurinn hafi verið í góðu skapi þegar ég sagði það. ¿Será que se puso de buenas cuando le dije eso? Hann varð rosalega hrættur. Hann segi, hvernig á ég að vinna í nótt með enga lykla? Le dio mucho miedo y dijo, ¿cómo voy a trabajar sin llaves toda la noche? Þú veist það er ekki til neinir auka lyklar af þessu herbyggi. Sí, sabes que no hay ninguna llave extra para este cuarto. Og ég bara loka augunum, hann vissi það ekki, en þá var ég aftur að biðja. Yo cerré los ojos, pero él no sabía que yo estaba orando. Og þá allt í einu bara, heyrðu lyklanir sem þú fannst. De repente me puse a pensar las llaves que encontré el otro día. Og maðurinn alveg, það er ekki til auka lykla, þú verður að gera eitthvað. Y el hombre dijo, no hay llaves extra, haz algo. Og ég segi, býta aðeins. Y le dije, espérate tantito. Ég fer í skúffuna. Voy a la gaveta. Það er svo margir lyklar í svo skúffu og drast. Hay tantas llaves aquí, tantos. Býtu nú við, hvernig litur þessi lyklar út sem ég fann fyrir 2 eða 3 vikum? ¿Cómo eran esas llaves que encontré hace 3 semanas? Þessir, kannski. Estos tal vez. Ég fer fram. Y voy afuera. Hann segi, það er ekki til neinu lykla, þú verður að gera eitthvað. Y él dice, no hay llaves, tienes que hacer algo. Ég segi, hugsaði með mér, ég get ekki gert neitt en þú getur það. Yo no puedo hacer nada, le dije a Dios, pero tú Haldið sí. þetta verið réttu lyklar. ¿Y ustedes creen que eran las llaves correctas? Þetta voru réttu lyklar. Eran las llaves correctas. Hvernig vissi Jesú ¿Cómo sabía Jesús að ég myndi gera mistök que yo iba a hacer un error 2 eða 3 vikum áður en ég gerði þau? 3 semanas antes de que hice el error? Hvað heldið þið? ¿Qué piensan? Er einhver með svar? ¿Alguien tiene una respuesta? Já, hann getur séð fyrir mig tíman. Es que él puede ver el futuro. Þetta hjálpaði mér Esto me ayudó að trista meira á Guð. a confiar más en Dios.
Og þetta hjálpaði líka skjólstæðingum mínum y también le ayudó mucho a mis pacientes, vegna þess að ég fór inn porque yo pude entrar, og hann bara í símanum, ég fer inn, él, tek lykla, góða nótt, fyrir aftur tilbaka. él nada más estaba hablando por teléfono, yo entré, dije buenas noches, recogí las llaves y me salí. Svo spyr hann skjólstæðingum minn, hann spyr, hvað var þetta með lík, akkur komstu aftur? Ég segi, og ég ákvaði að vera ekkert að ljúga og bara segja sannleikan, Y me, þó var liti ekki út fyrir mig vel. y me preguntó por qué me regresé al cuarto y decidí decir la verdad, aunque no se veía muy bien. Og ég sagði, ég veit að þetta var Guð sem var að hjálpa mér. Y le dije, yo sé que Dios me estaba ayudando. Og skjólstæðingum minn sagði, takk fyrir að finna lyklana mína. Y él me dijo, qué bueno que encontraste mis llaves, gracias. Og seinna fekk ég tækifæri til þess að lesa Biblíunni með þessum skjólstæðing. Y luego tuve una oportunidad de estudiar la Biblia justamente con ese paciente. Svo að Guð getur allt, krakkar. Dios todo lo puede. Jafnvel þótt ég gera alveg rosa mistök í vinnunni eða einhvers staðar í skólanum, Aunque hagan algún error o fallan en algo, að við skulum biðja smá. vamos a orar juntos. Góði Guð, þú sem veist alla hluti fyrirfram Querido Dios, tú que sabes todo de antemano og ert tilbúin að hjálpa okkur y estás dispuesto a ayudarnos, þó við gerum mistök. aunque hagamos errores. Viltu passa börnin sem eru hér Te pido que cuides a los niños que están aquí að treysta alltaf á þig, y que ellos siempre confíen en ti, því ég veit að þú munt aldrei bregðast þeim. porque sé que nunca nos vas a fallar. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ég ætla að biðja Samúelis að koma og spila fyrir okkur. Þetta er dagur fyrir lofgjörð, bæði í orði og í tónlist. Samúels, dásalegt. En þá ætla ég að bjóða Rafael að koma upp. Hann ætlar að segja okkur vitnisburð, að vera með vitnisburð.
Hola a todos, muy buenos días. Sæl öll sömul og virkilega góðan dag til ykkar allra. Yo no sé por qué cada vez que me paro aquí Alltaf þegar ég stend hérna, me entra algo muy alegre þá ég mjög glaður y me dan ganas de llorar. og þá langar mig líka til að fara að gráta. Y les pido disculpas si a algunos les incomoda, Og ég bið afsökunar ef ykkur finnst það óþægilegt. pero tengo 50 años y primera vez que me pasa. Ég 50 ára gamall og þetta í fyrsta skipti sem að þetta að gerast fyrir mig. Bueno, mi testimonio es de algo referente a la familia. Þessi vitnisburður minn tengdu fjölskyldunni minni. El 11 de enero del 2023. 11. janúar 2023 Nuestra familia tomó una fuerte decisión þá tók fjölskylda mín mjög sterka ákvörðun de separarnos para buscar un futuro. að skiljast að til að leita að betri framtíð. Mi amada esposa, Doriana, que muchos la conocen, Doriana, kona mín, sem margir þekkja, se embarcó en un largo viaje þá fór hún í langt ferðalag desde Colombia hacia Islandia. frá Kólumbíu yfir til Íslands. Salió desde Colombia porque no podíamos salir vía aérea desde Venezuela. Og hún fór frá Kólumbíu vegna þess að við gátum ekki komist frá Venezuela með flugi. Porque teníamos orden de captura por las autoridades venezolanas Af því að í Venezuela var búið að gefa út handtökuheimild á okkur. por la trayectoria política de mi familia. Vegna þeirra pólitísku stöðu sem fjölskylda mín var í. Y decidimos venirnos para acá. Og við ákveðum að koma hingað. Doriana duró 2 años y 5 meses Doriana var hér í 2 ár og 5 mánuði, aquí en Islandia. hérna á Íslandi. Yo no sé cómo pudimos mantener una relación en 2 años, 5 meses, Ég veit ekki hvernig við gátum haldið við sambandi okkar þessi 2 ár og 5 mánuði separados por vía telefónica nada más. aðskilin, bara í gegnum síman þá. Ella me comentaba y me decía, conocía una iglesia porque nosotros éramos católicos. Og hún sagði við mig, ég kynntist kirkju því við vorum svo kaþólsk. No sé cómo me llegó la fuerza, Rafa, y decidí ir. Og ég veit ekki, Rafa, hvernig ég fekk styrkin en ég ákvað að fara. Y yo era muy incrédulo en otras religiones que no sea la católica. Og ég hafði ekki mikla trú á öðrum trúfélögum nema bara kaþólska kirkjunni. Y pasando el tiempo, Og þegar tíminn leið, he aprendido þá hef ég lært que con él nada se puede. O sea, todo se puede, perdón. allt hægt með honum Jesú Kristi. Aprendí Ég búin að læra a que Dios að Guð es la fuerza que une todo, þessi máttur sem að sameinar allt. porque ya Doriana no está acá Nú Doriana ekki hér y ahora yo estoy aquí con mi hijo og nú ég hér með syni mínum y ya han pasado 4 años y medio og nú liðin 4,5 ár síðan que no veo a mi esposa y mi hijo no está con su madre. sem ég hef ekki séð konuna mína og sonu minn hefur ekki verið með móður sinni. No sé si todos han tenido esta experiencia, Ég veit ekki hvort að öll ykkar hafi lent í þessu. pero es muy difícil Þetta mjög erfitt cuando una madre no está con su hijo o un padre no está con su hijo, þegar móðir eða faðir ekki með syni sínum. lo ves crecer, Þú fylgist með því að hann að vaxa úr grasi. pero su madre lo ve crecer por un celular. En móður hans sér hann vaxa úr grasi gegnum síman. Experiencias, Reynslur, amistades vinátta que tu hijo va desarrollando sem að sonur þinn að eignast y ella no lo puede experimentar. og hún getur ekki upplifað það. Y a pesar de todo, Þrátt fyrir allt hemos estado allí fuertes
en þá höfum við haft styrk. Es muy difícil, de verdad es difícil. Þetta mjög erfitt Aparecen tentaciones en nuestras vidas. og það koma upp allskyns freistingar í lífinu. Y Él ha sido el único que ha dado, por lo menos en mi caso, la guía para tirar esas tentaciones a un lado y seguir enfocado en la familia. Og Guð hefur gefið mér styrk til þess að leggja alla freistingar til hliðar og einbeita mér að fjölskyldunni. He aprendido aquí, Og ég hef lært hér la familia es el templo y el templo es la familia. að fjölskyldan mustrið og mustrið fjölskyldan. Yo no sabía o no tenía idea Ég hafði enga hugmynd de que el amor de Dios es tan grande hacia nosotros, að kærleikur Guðs væri svona mikil til okkar. porque para mantener intacto el amor de dos personas separadas tan lejos, Það að halda þessum kærleika milli fólks þó það sé svona langt í burtu frá hver öðru, halda honum við, tiene que ser algo muy, muy grande, muy fuerte. það mjög stórt og mikið. De verdad, gracias. Ég vil gefa þakkir. Le doy nuevamente a Dios gracias porque cuando llegué aquí y Doriana llegó acá, Ég vil þakka fyrir það að þegar ég kom hingað og líka þegar Doriana kom hingað, nos puso a 3 personas que para mí son ángeles enviados por Él. þá eru 3 einstaklingar sendir til okkar sem í mínum augum eru englar. Nos han ayudado en muchas cosas Og þetta fólk hefur hjálpað okkur á ótrúlegan hátt. a tener fuerte nuestro matrimonio y a aconsejarnos a seguir adelante y darnos fuerzas. Hjálpa hjónaband okkur að halda okkur saman og gefa okkur styrk. Una es la señora Linda, Það Vigdís, una es mi bella amada Ángel Gudru Guðrún y otros es el señor Elías, og Elías que nos han ayudado en esta fuerte travesía. sem að þau hafa hjálpað okkur gegnum þessa mikla erfiðleika. Dios ha sido el único que ha podido acercar a esas personas y darle las fuerzas para que nos ayuden en muchas cosas. Og þetta Guð hefur leitt þetta fólk til okkar til þess að hjálpa okkur að fara í gegnum þessu erfiðleika. Y sé que dentro de muy poco vamos a estar juntos nuevamente. Og ég veit að það stutt þangað til að við verðum saman aftur. Y los exhorto a todos, si tienen alguna duda mínima de que Él puede hacer todo, Ef þið hafið einhvern efa það hvað Guð getur gert, no tengan miedo en creer, þá býð ég ykkur að þið ekki hrætt að treysta og trúa en terminar de aceptarlo en todos los sentidos. og taka við Guð alveg sama hvað. Antes como católico a mí me daba miedo a veces decir, yo soy católico o algo por el estilo. Þegar ég var kaþólskur þá fannst mér stundum erfitt að segja að ég væri kaþólskur Y ahora que soy adventista, og nú þegar ég aðventisti, muy honradamente levanto la cabeza y digo, soy adventista cuando me preguntan, no me da pena, no me da miedo. og ég ekki hrættur við að segja það uppátt, ég aðventisti. Gracias a Él que me enseñó todo y me sigue enseñando todo. Ég stoltur af því og ég þakka honum fyrir að hafa gert allt þetta fyrir mig. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Takk kærlega fyrir og með þig og góðan dag. Amén. Amen. Amen, takk Rafael. Gracias, Rafael. Við sem kirkja höfum séð marga skýrða á síðustu árum og því miður hafa margir okkar nýju trúsískinum þurft frá að hverfa. Nosotros como iglesia hemos visto a muchos bautizados aquí y desafortunadamente muchos se han tenido que ir. Og stundum erum við að heyra að þau eru að samanast öðrum söfnum í öðrum löndum. A veces escuchamos que se están unificando con la iglesia en otros países Og halda þá fram trúagöngu sinni í öðrum aðventkirkjum heiminn. y siguen su camino en la fe en otras iglesias en otras partes del mundo. Vonandi geta þeir sem vilja komið aftur til okkar. Y espero que los que pueden regresar a Islandia que vengan. Og mörg þeir eru sannarlega að vinna fyrir Guð. Y muchos verdaderamente están trabajando para Dios. Og Doriana, konan hans Rafaels, Doriana, la mujer de Rafael,
hefur fundið styrk, þóttur sinna fjari manninu sínum og sinni, til þess að vera trúboði. Ha encontrado fuerza, aunque esté lejos de su marido y su hijo, de ser misionera. Og með hjálp tækni mannan okkar, Y con la ayuda de nuestros técnicos, þá ætlar við að sýna vitnisburð þjóðinni Dorianu. vamos a mostrar un testimonio de Doriana. Hann á spænsku, þannig að Adrián, þú bara þýðir eftir bestu getu á ensku og ég mun svo lesa vitnisburðin á íslensku á eftir. Es en español el testimonio, Adrián va a traducir al inglés y ella va a leer en islandés al rato qué es lo que dice. Tæknimenninni munu stoppa þegar hún búin að tala og svo sýnum við smá myndir. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Doriana, tengo 41 años de edad y soy misionera adventista del séptimo día. Quisiera contarte un poco sobre mi experiencia como misionera. Ha sido algo que realmente cambió toda mi vida, cambió mi manera de pensar, mi manera de reaccionar, mi manera de alimentarme, cambió 100% mi carácter. Prácticamente hace 2 años y medio Dios puso en mi corazón esta necesidad, esta intención de hacer esta labor dando el mensaje de su palabra. Ya tengo 2 años y medio estudiando, porque como cualquier carrera hay que prepararse. He estado estudiando y ejerciendo la carrera ya de misionera, he estado en varios países, he conocido gente maravillosa, gente que te muestra el amor tan bonito que hace el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Ahorita me encuentro en Argentina, estaba en la Fundación Vida y Salud, que era un ancianato. Ya ahorita terminé mi labor ahí, estoy esperando que Dios me guíe a otro nuevo lugar, a otra nueva experiencia. Y bueno, quisiera contarles un poquito, pero en fotos, de las experiencias que he tenido, que gracias al Señor han sido maravillosas, que me han dado un crecimiento emocional, espiritual y personal. Para mí ha sido algo muy gratificante, algo que de verdad antes no entendía y ahora sí. Y de verdad que el Señor trabaja en nosotros, trabaja en cada uno de una manera tan increíble que nosotros lo que venimos es a servir como misioneros. Nosotros como misioneros, nuestra labor es dar la palabra de amor y de esperanza para la salvación de nuestros hermanos. Los invito y los dejo aquí con algunas imágenes para que vean un poquito del trabajo que he estado realizando. Y la verdad, bueno, nada, Dios los bendiga, gracias, y que todo lo que siempre podamos hacer y de ayudar a nuestros hermanos sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adiós. Já, gaman að sjá Dorianu, vonandi sjá hana hérna bráðum. Góðan daginn, sagði hún. Ég heiti Doriana, ég 41 árs og ég aðvent trúboði. Það að gerast trúboði hefur breytt lífið mínu algjörlega, hvernig ég hugsa, hvernig ég bregst við hlutunum og hvernig ég næri mig. Lindirsengu mín hefur algjörlega breyst. Fyrir 2,5 árum síðan setti Guð í hjarta mitt að starfa við það að deila orði Guðs með öðrum. Ég hef verið að læra undanfarið 2,5 ár, því fyrir allt sem maður vill þar að gera þarf maður að undirbúa sig. Ég hef verið að læra og þjálfa mig upp í að vera trúboði og ég hef verið í nokkrum ólíkum löndum, kynnst mörgu dásamlegu fólki sem fyllt þeim kærleika sem Guð einn setur í okkur. Eins og ég í Argentínu. Ég að vinna hjá stofnun sem heitir Vida de Salud, líf og heilsa, sem elliheimili. Og ég hef lokið starfinu mínu þar. Ég að bíða eftir að Guð leiði mig á nýjan stað, þar sem ég get starfa fyrir hann og öðlast nýja reynslu. Vonandi verður það bara Ísland, eða ekki? Mér langar að segja ykkur frá því sem ég hef upplifað og frá reynslu minni með myndasýningu. Guð hefur gefið mér
og svo reynsla hefur verið dásamleg. Ég hef vaxið sem persóna og öðlast andlegan og tilfinningarlegan vöxt. Áður hafði ég ekki skilning en núna hef ég öðlast hann. Drottinn vinnur í hverjum og einum okkar á svo ótrúlegan hátt. Okkur sem trúboðum ætlað að gefa kærleiksorð og von til frelsunar. Ég ætla að ljúka máli minni í bili og leyfa ykkur að njóta myndana sem segja frá hluta af því starfi sem ég hef verið að vinna við. Megi Guð blessi ykkur, þökks ég Guði að við getum hjálpað náunganum til dýrðar fyrir Jesú Krist. Amen og bless, segir Dóriana. Takk fyrir. Nú ætlum við að syngja einn sálm og við ætlum bara að hafa eitt erindi og viðlagið í þessum sálm. Takk fyrir. Það sálmurinn Allt til Jesú glaður gef ég. Hann númer 331. Jæja, þá komið að síðasta vitnisspyrnum okkar og ég og Vigdís ætlum að skipta stað, ég ætla að þýða fyrir þig. Ég þýði á ensku og þú bara Adrian sér spænskuna. Já. Það ekki verið. Jú, ég getur það, já. Já, ég með vitnisspurð hvernig ég kynntist Venezuela-búunum fyrst. My testimony is about how I got to know the people of Venezuela first time. Ég var að vinna í heimahjúkrun í 20 ár. I worked as a nurse aide for 20 years in a homes.
og mér var farið að finnast vera mjög erfitt að vinna þar, ekki að því vinnan væri svo slæm, heldur bara að það var eitthvað svona inn í mér sem bara gerði það verkum og ég bara gat ekki verið það lengur. And I felt it was difficult working there, not because the work was difficult, but something inside of me. I felt some difficulties there. Og ég til dæmis að ég var að fara að skrifa mig á aukavakt. For example, when I was signing up for an extra shift, ég var svona, ég gat eiginlega ekki skrifa mig, en þegar ég gerði það, I almost could not write my name. And when I did, þegar það var að koma að vaktinni, þá var ég veik. and when it was approaching this extra shift, I became sick. Fekk hita og hálsbólgu. I had fever, I had something, pain in my throat. Og svo þegar ég gerði þetta aftur, kannski svona 3 mánuðum seinna að taka aukavakt, And then maybe 3 months later, when I wanted to take an extra shift again, þá var ég aftur veik, fekk hita og bara var líkamlega veik. and then again I got a fever and I was physically ill. Og þetta gerðist allavega 3 sinnum á löngu tíma, kannski svona hálfu ári. And for the period of 6 months, this happened at least 3 times. Og ég fór til læknis And I went to doctor, og læknirinn sagði við mig að ég yrði að hætta í þessari vinnu. and the doctor told me, you need to stop working there. Svo ég gerði það. So that's what I did. Og ég fór á atvinnuleysisbætur og ákvað að leita að vinnu. So I was unemployed and I started to look for a job. Og þetta var í miðju COVID It was in the middle of COVID, og það var reyndar alveg fullt af starfum sem ég gæti alveg verið að sækja um. well, there were a lot of jobs I could have applied for. Eitt af því var að ég sótt að vera kennari í menntaskólanum á Ásbrú. And one of those jobs was that I applied to be a teacher in the high school in Ásbrú. Ásbrú. En ég hugsaði að ég geti örugglega ekki unnið við það er svo langt þangað til ég byrja. Þetta var haust og svo var þessi kennsla var að byrja vor. And I thought to myself, I might not be able to work there because it's so long. It's now autumn and I should start in the spring. Og svo var mér boðið vinna á ýmsum stöðum. And then I was offered a job in different places. Og ég sagði bara alltaf, nei, þetta ekki nóg gott. And I always said, no, it's not good enough. Af því að læknirinn var búinn að segja við mig að ég þyrfti að finna vinnu þar sem mér leið vel. Because the doctor told me, you need to find a job where you feel good. En á meðan ég var að leita vinnu, But while I was looking for a job, fékk ég stundum verkefni gegnum alþjóðasetrið við að túlka. I sometimes got a job in translating for the alþjóðasetrið. Og þar hitt ég Venezuela búa. And there I met people from Venezuela. Alltaf þegar ég fór að túlka, þá var alltaf eitthvað frá Venezuela. Every time I was called to interpret, it was always Venezuelans. Og þegar ég var að heyra söguna hjá fólkinu, And when I was listening to the stories, bæði frá Venezuela og hversu erfitt það gat verið að aðlagast Íslandi, both they told me stories from Venezuela and also how difficult it was to settle in Iceland. að þá var ég að biðja til Guðs og sagði, Guð, viltu hjálpa mér að segja Venezuela búum frá þér og þínum kærleika. And then I prayed. I said, God, please help me to tell the people of Venezuela about you and your love. Og svo lét ég mig dreyma. Mér langar að kirkja mér verið full af Venezuela búum. And I had this dream. I want my church to be filled with people from Venezuela. Og ég var að hugsa, en hvernig ég að gera það? And I thought to myself, how can I do that? Og ég var alltaf að spurja Venezuela búana sem ég var að þýða fyrir. And I was always asking the people that I was translating for.
eru þið ekki með eitthvað svona Venezuela samfélag á Íslandi? Don't you have like a community of people from Venezuela in Iceland? Þeir sögðu, nei, They said, no, 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 no. við viljum ekki vera með öðru Venezuela búum. No, we don't like to associate with other people from Venezuela. Þannig að það ekkert samfélag Venezuela búa hér á Íslandi. So we don't have a place where the Venezuela meet a group. Ég spurði sko nokkra að Venezuela að þessu og það var sama svarið. I asked a few people this question and I always got the same answer. En ég hélt samt áfram að biðja But I kept on praying af því að ég var með þessa þrá í hjartanu mínu. because I had this desire in my heart. Og svo meðan ég var að leita að vinnunni þá kemur Torres hingað. So then when I was still looking for a job, Mr. Torres comes to Iceland, Pastor Torres. Og gegnum það þá kynnist ég henni Doriönu. And through that I got to know Rafael's wife Doriana. Og á sama tíma þá kynnist Adrian honum Alejandro og Danielu í Kringlunni. And at the same time Adrian gets to know Daniela and Alejandro in Kringlan. Og hann bauð þeim að koma hérna í kirkju líka. And he invited them to come to the church here. Og svo allt í einu, ég kynnist sem sagt Alejandro og Danielu hérna í kirkjunni. And I get to know both of them, Alejandro and Daniele, in the church here. Og svo allt í einu hætta þau að koma í kirkju. And all of a sudden they stop coming to church. Og þá eitthvað sem sagði það búið að flytja þau frá Reykjavík yfir á Ásbrú. And then somebody told me the reason. They have been moved from Reykjavík to Ásbrú. Og sama tíma þá erum við að reyna að hjálpa Doriönu að fá leyfi til að vera hérna á Íslandi og það gekk ekki. And at the same time we are trying to help Doriana to get a permission to be here in Iceland, but it didn't work that time. Þannig að hún send heim en Rafael og Javi koma hérna. So they sent Doriana, the government sends Doriana home, and Rafael and Doriana's Javier comes, their son, and Rafael come here. Og þegar Rafael kemur hérna á Javier, þá þeir sendir í flóttamannabúðunar í Grindavík. And when they come here, they are sent to Grindavík. Og ég var að hugsa, Guð, akkur sendir það svona langt í burtu? And I said, God, why did you send them so far away? Þetta svo langt í burtu, ég get ekki farið svona langt að heimsækja þá. And I said, oh, it's so far away, I cannot go all the way there all the time. Bara hvernig dattir í huga að senda það þarna? And I said, how did you think of sending them there, God? Og svo var ég líka að hugsa, svo á þessu tíma fékk sér svo vinnuna á Ásbrú sem kennari. And in this time I finally got a job, and it was the job in Ásbrú as a teacher. Áður en ég fór þangað þá var ég alltaf að hugsa til Alejandro og Daniela, Guð, þau eru svo langt í burtu. And before I went there, I was always thinking about Alejandro and Daniela. They are so far away. Og ég get ekki farið að heimsækja þau eru svo langt í burtu. I cannot go and visit, they are so far away. En svo þegar ég var að byrja að vinna í Ásbrú, þá var þetta ekki svo langt. But when I started working in Ásbrú, I found it's not so far away. Þannig að þegar ég var í vinnunni, þá hugsaði fyrst ég nú hérna, þá ætla ég að fara að heimsækja Alejandro og Danielu. So when I was working, I said, I'm here in Ásbrú now, I'm going to visit Alejandro and Daniela. Þannig að ég heimsótti þau þangað, ég heimsótti Rafa í Grindavík, af því að ég var þarna hvað sem So I visited them in Ásbrú, and then I visited Rafael in Grindavík, because I was there anyway. Og svo kemur allt í einu svo frétt að Torres, hann að fara að koma aftur. And then there was the news, Pastor Torres is coming back. Og þá baði ég dóttur mína, hana Sigrúnu, að hanna fyrir okkur auglýsingu. Then I asked my daughter Sigrún to make an advertisement. Og ég fór til Alejandro og Danielu, eru þið til að dreifa þessu og spyrja hverju vilja koma? And I went to Alejandro and Daniela and said,
can you take this advertisement and take it to the people of Ásbrú? Og ég fór til Rafaels, En- til ég að deila þessu með fólkinu hérna í Grindavík. And I went to Rafael and I said, Rafael, please take this to the people in Grindavík. Og þá voru svo margir áhugasamir að þessi kirkja hérna ákvað að biðja Torres að predika á spænsku. And there was so much interest that this church here decided to ask Pastor Torres to preach in Spanish. Og leigja rútur til þess að ferja fólkið hingað á fyrirlestrana. And to hire a bus to take the people to the lectures here. Og svo vitum við hvað gerist eftir það. And then we know what happens after that. Og þess má geta að menntaskólinn á Ásbrú, þegar hann opnaði, þá ég fyrsti spænskukennarinn þar, hann var alveg nýr. And I can tell you that then the high school in Ásbrú was opened, I was the first Spanish teacher there. The school was new. Og þegar ég hætti, þá lokaði skólinn einni önn eftir. And when I stopped working there, one semester later the school was closed. Af bara menntamálaráðuneytinu. From the, I don't know, Ministry of Education. Já. The Ministry of Education closed the school. Þannig að ég spyr sjálf á mig, opnaði Guðinn skóla fyrir Venezuela-búana? Ég veit ekki. And I asked myself, did God open this school for the people of Venezuela living in Iceland? Hver veit? Who knows? Thank you. Takk fyrir, Vigdís. Við ætlum að syngja eitt sálm að lokum og ég ætla að biðja ykkur að standa upp. Ég vona að þið hafi notið þess að heyra vitnisburðinn í dag og ég vona að við notum að við treystum Guði og við biðjum til hans fyrir hvort öðru og fyrir okkar eigin persónulegu lífi og þjónustu fyrir hann. Espero que hayamos aprovechado todo el testimonio que hemos escuchado aquí. Sjáu þið sætin hérna. Ven aquí todas las sillas. Okkur vantar meðlimi hér. Falta gente Gesti þarna. estas sillas. Falta más visitas. Og Guð getur svo sannlega gert það. Þannig að Dios puede hacer eso. við ætlum að syngja Sálmur 146, ég með brátt sjá augliti Jesú. Þetta það sem við erum að fara að segja heiminum. Þetta það sem við bíum eftir. Farna
áfram. Ég ætla að lesa blessunarorð úr Júdasarbréfi. En honum sem megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalausa í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Skulum lúta höfði. Kærleysríki Faðir, við þökkum þér að hjarta fyrir að vera með okkur, fyrir að blessa þessa kirkju hér og fyrir allt sem þú vilt gera. Hjálpa okkur að treysta þér, hjálpaðu okkur hverju og einu í því vandamálum sem við stöndum frammi fyrir, en viltu samt núna, góði Guð, hjálpa okkur að taka með okkur þann boðskap sem hér hefur verið, að þú megnar allt, að við eigum að svara, talaði drottinn því að þjóð þinn heyrir, að þó við förum í gegnum erfiðleika, að þá ert þú með okkur og við getum unnið fyrir þig, og þegar við höfum hjarta fyrir það, þá mútu opna leið. Góði Guð, við viljum þjóna þér og viltu hjálpa okkur að gera það. Við leggjum allt í þínar hendur, alla fjölskyldur okkar, alla sem voru að hlusta í dag og horfa, og alla sem voru hér, í Jesú nafni. Amen. Fyrir vitnisburðinn og fyrir vinnuframlega ykkar, fallegu tólist, tæknimennina okkar því endan og ykkur öllum fyrir komuna. En ég veit núna að við erum með smá tilkynningatíma og það er dásamleg tilkynning sem við byrjum á. Og ég ætla að þú að segja sjálfur. Já. Þannig að bara rétt að rifja upp þar sem við töluðum áðan, að á eftir matnum klukkan 2:30 þá ætlum við að fara saman allir þeir sem vilja út í náttúruna